Tékkinn René Kujan hleypur nú í þriðja skipti Ísland en árið 2012 hljóp hann hringinn í kringum landið og í fyrra hljóp hann frá norðri til suðurs. Í ár hleypur hann hins vegar þvert yfir landið frá austri til vesturs. René hljóp á stað frá Gerpi þann 18. júní og ætlar sér að komast til Látrabjargs þann 10. júlí næstkomandi. René stoppaði andartak á Akureyri þann 27. júní og sagði frá ferðum sínum og peningasöfnun sem tengist hlaupinu. So this year I am running from the eastest point to the westest point of Iceland. Now we are here in Akureyri, so it will be 12 another days, 12 another marathons. I'm raising money for wheelchair sportsmen or for disabled sportsmen, also in Czech Republic and also here in Iceland for the Association of Disabled Sportsmen and for the Friends of Grensárdal or something like that. Yes. Sjálfur lenti René í slysi fyrir nokkrum árum síðan og var þá tíma tvísýnt batahorfur hans. Aðspurður segist hann hafa hlaupið nokkuð fyrir slysið en eftir að hafa náð sér á strik aftur fór hann að hlaupa enn meir en áður og þá líka til styrktar annara. Í ár nýtur René liðsins símafyrirtækisins Vodafone við söfnunina. I'm proud to say that we have Vodafone on our side because Vodafone is for the third time helping us to raise money with calls. So we have 3 numbers and if somebody calls these numbers, he can donate some money for the disabled sportsmen. Eins og áður sagði René einn á ferð en hann hleypur með kerru sem geymir allt það sem hann þarf á að halda á ferð sinni landið. I have everything I need for 21 days with me. I have tent, I have sleeping bag, I have sleeping mattress, inflatable of course. I have a lot of clothes, 3 pairs of shoes, a lot of food and something to drink and cameras and telephones and so on. So everything I need. Meðal annars hægt að fylgjast með ferð René á Facebook á síðunni Koma svo. Þar birtast vanalega færslur í lok dags þar sem René greinir frá staðsetningu sinni og lætur oft myndir fylgja með. Að lokum svo gaman að minnast á að René keypti á sínum tíma bókina 50 Crazy Things to Do in Iceland eftir blaðakonuna og leiðsögumanninn Snæfríði Ingadóttur. En í henni meðal annars lagt til að fólk keyrir hringinn í kringum landið á einum sólarhring. René ákvað hins vegar að breyta hugmyndinu örlítið og hlaupa landið en eins og áður sagði gerir hann það nú í 3. sinn.